ætlum næst að ræða hávaða. Þyrluflug og einkaflug á Reykjavíkurflugvelli hefur margfaldast samkvæmt svari innviðaráðherra við fyrirspurn Rögnu Sigurðardóttur, þingmanns Samfylkingarinnar. Hávaði truflar íbúa á mjög stóru svæði. Stærra svæði heldur en kannski fólk hefur áttað sig á. Og við höfum áður rætt hljóðmengun og hávaða, hljóðvist og fleira hér við Rauðaborðið og fengið til þess gott fagfólk þegar á meðal Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur, og hann kominn hingað til okkar til að meðal annars bregðast við þessum upplýsingum. Vertu velkominn, Ólafur. Takk hérlega. Já, ég nefndi það að samkvæmt þessum mælingum í þessu sem koma fram í þessu svari, þá í rauninni mengunarsvæði, hljóðmengunarsvæði, það kannski stærra heldur en margir hafa átt að sig á. Já, ég skoðaði aðeins eftir að þú sendir mér línu. Hvað hefði verið gert á síðustu árum. Já. Og mér sýnist að Isavia hafi látið kortleggja hávaðan við flugvöllinn 2013. Já. Og svo núna aftur 2021. Þetta heldur of sjaldan fyrir minn smekk. Ég benti á þegar ég kom hérna síðast að Kastrup og Gardermoen gefa út árskýrslur. Já. Og það sem var sláandi í þessari úttekt Eblu, þessari skýrslu frá 21, var að þeir töldu að umferð hefði minnkað á því tímabili. Já. En síðan náttúrulega liðin 4 ár. Já. Og eins og hljóðmörk og þeirra góða fólk hefur bent á, þau að finna fyrir verulega auknu ónæði. Já. Það sem eins og þú sjást á þessu hávaðakorti sem gefur svolítið skýra mynd, þetta eru flugferðlarnir sem eru erfiðir. Já. Í töluverðri fjarlægð frá flugvellinum hljóðstigið í íbúðabyggð nálægt 90 decibelum þegar að flugvellin flýgur yfir. Sem rosa mikið. Sem að þú sefur ekki við þann hávaða. Og það sem eins og hann Daði nefndi hérna og þeir voru hérna hjá þeir daginn. Já. Að það alveg ljóst að þarna eru ekki flugferðlar virtir. Nei. Þannig að það eru aðra flugleiðir og það kemur fram í skýrslu Eblu að það eru ákveðnir óvissuþættir. Og það það sem að ég sakna, það voru hérna í gamla daga, voru hljóðmælar við Reykjavíkurflugvöll. Já. Svo virðast þeir hafa verið aflagðir, en það nauðsynlegt að Hvað skýrir það? Ég veit ekki, menn voru að tala að þarna kæmi inn truflanir eins og fuglahljóð og bílaumferð, eitthvað slíkt, en það alveg hægt að leiðrétta fyrir því og það alveg hægt að skoða skynsamlega staðsetningu á hljóðmælum. En það svo mikilvægt eins og kemur skýrsla Eblu ágætlega unnin, en það koma fram ákveðnir óvissuþættir og það því mikilvægt að mæla og það það líka vert að hafa í huga að flughávaði metinn svona 2-3 sinnum meira truflandi heldur en bílaumferð með við sama hljóðstyrk. Hvers vegna það? Það vegna þess hvað hann ójafn. Hvað þetta rosalega mikill hljóðtoppur þegar flugvélin flýgur hjá. Já. Og en engu að síður þrátt fyrir þetta miklu meiri truflandi áhrif eru opinberu kröfurnar í reglugerð hávaða mjög hliðstæðar fyrir bílaumferð og flugumferð, 55 decibel fyrir nýskipulag og 65 decibel fyrir starfandi flugvelli sem rosalega mikill hávaði. Og þar að auki varnagli í reglugerðinni sem að segir að sé íbúðarhús með hljóðdeyfðum loftrásum sem hleypir lofti inn á þess að hleypa hávaðanum inn, þá megi mörkin vera hærri. Þannig að það sem erfitt í þessu og barátta þeirra hjá hljóðmörk fyrir bættir hljóðvís í Reykjavíkurflugvelli að það ekki næg vernd í reglugerðum. Nei. Af því þú minnist á þessi samtök hljóðmörk, þá stóð til að það kæmi fulltrúi frá þeim en það eruðu forföll, þannig að þú færð eitt sviðið í þessari umræðu í dag. En mér dettur í hug, kannski ómálefnaleg spurning, en skrítið að manni detti í hug að þegar svona hljóðmælar eru teknir niður eins og þú nefndir, gæti það hreinlega skýrst að einhverju leyti af því að Reykjavíkurflugvöllur náttúrulega
bitbein, þessi sko umferð á þessum stað misumdeild eftir tímabilum, en stundum hafa verið mjög háværar raddir að það sé ekkert vit að hafa þessa starfsemi þarna, og núna með þessari miklu aukningu sem hefur orðið á einkaflugi, einkaþyrluflugi og öðru flugi á sama tíma, og áætlunarflugi hefur heldur minnkað. Kann að vera að sko það sé bara verið að reyna að finna einhverjar aðferðir til þess að láta íbúana sætta sig við þetta ástand án þess að það sé í rauninni ásættanlegt. Sko, nú skal ég ekki gera Isavia upp neina skoðun í þessu. Ég held að þessir mælar hafi líka einhverju leyti orðið úreldir og voru ekki endurnýjaðir. Hver nákvæmlega ástæðan fyrir því að ekki hafi verið settir upp nýjir mælar veit ég ekki. En það sem að skiptir svo miklu máli, ég skoðaði þarna þessa skýrslu Eflu með flughreyfingarnar þarna 21. Já. Sko, þetta 21.000 hreyfingar með áætlunar og leiguflugi. 13.000 æfing á kennsluflug og snertilendingar eru skráðuna 14.000. Já. Þannig að meiri hlutinn af þessum 49.000 flughreyfingum eru æfinga, kennsluflug og snertilendingar. Og það líka óvissa talningu á þessum snertilendingum. Þannig að sko, eins og við var sameiginleg niðurstaða okkar þriggja hérna síðast þegar Daði var hjá okkur, að það skynsemi því núna við hugum að því að koma æfinga og kennslufluginu og einkafluginu annað. Já. Það full rök fyrir því. Já. Það líka eins og við nefndum hérna síðast í ljósi lendingarhjólsins sem að flaug þarna niður á Austurvöll. Já. Menn verða líka að fara að skoða öryggisþáttinn í þessu, að vera með flugvöll svona nærri þéttri byggð. Já. Þannig að öllu samanlögðu myndi ég segja, sko, skoðum virkilega alvarlega, það líka eins og við ræddum með þyrluflugið, hávaðinn í þyrlunum svo grófur og þær fljúga tiltölulega lágt og þær fljúga ekki samkvæmt skilgreindum flugferlum. Þannig að truflunarsvæði frá þyrlufluginu stærra og meira heldur en Efla hefur kortlagt þarna 21. Já, það líka sko, ég hef nú oft rætt við fólk í miðbænum þennan hávaða, og sumir segja sko sem búa á þessu hljóðmengunarsvæði að það sé önnur tilfinning þegar þeir kannski rumska í svefnrofum við það að björgunarþyrla Landhelgisgæslunnar taki sig á loft, og við vitum að hún að fara að bjarga einhverju mannslífum sko, með einhverju flugi, eða þegar túristaflugið, það kannski eldgos eða eitthvað svoleiðis, og linnulaus hávaði frá þyrluflugi. Ég held að margir Íslendingar séu svona þannig innréttaðir, að maður getur sagt sem svo að við fyrirgefum ama sem hlýst af hávaða ef það einhver svona neyð, björgun og áætlunarflug, setjum það kannski aðeins í annan rekka heldur nefnir þetta einkaflug sem þú varst að tala um. Já, sko, þarna kemur að mjög mikilvægum punkti. Rannsóknir á líðanin íbúana kringum Frankfurt-flugvöll sem rosalega stór, sýnir það að það skiptir öllu máli hvert viðhorf þitt gagnvart hávaðanum. Já. Ef þú veist eins og Daði nefndi, íbúarnir ekki að gera athugasemdir við sjúkra og neyðarflug. Nei. En ef viðhorfið gagnvart hávaðanum jákvætt, það síður líklegt til þess að fara á sálina þér. Leið og þú komið neikvæð viðhorf gagnvart hávaðanum, þá verða truflunaráhrifin miklu meiri. Já. Og svefnraskanir miklu meiri. Þannig að það sem ég sakna svo í þessari umræðum Reykjavíkurflugvöll, ég vil svo heyra í Isavia, hvað eru þeir að hugsa? Já. Það gríðarlega þungt að fá fulltrúa Isavia í umræðu þætti eins og þessa. Já, mér finnst það varða samfélagsábyrgð þeirra að þeir setji niður á blað og komi og ræði við ykkur eða fjölmiðla og segja hvernig staðan í dag og hvað hyggjumst við gera í framtíðinni. Já. Og það sem gladdi mig svo hérna síðast þegar Daði var með okkur, var þetta jákvæða viðhorf gagnvart landsbyggðinni og áætlunarfluginu. Það ekkert verið að krefðast þess að það fari. Nei, það að vitna í Daða hjá Hljóðmörk. Það að vitna í Daða hjá Hljóðmörk.
heldur að enga og kennsluflugið fari annað. Já. Mér finnst líka mjög áhugaverð þetta sem þú ert að segja með viðhorfið, að hvernig það svona getur haft mikið með þessi mál að segja. Ég myndi ætla að ef það verður svona mikil umferðarbreyting eins og orðið hefur núna síðustu árin með stórauknum túrisma, með þessu þyrluflugi, með auknu einkaflugi á sama tíma og við erum agndofa yfir því hvað kostar lítið að lenda og geyma einkaþotu á Reykjavíkurflugvelli í samanburði við margt annað. Að maður skildi ætla að ef viðhorfið ræður svona miklu að þá þyrftu stjórnvöld og stjórnendur fyrirtækja eða stofnana eins og Isavia að nálgast íbúana með auðmýkt og virðingu. Ekki satt? Jú, mjög, og það sem að kannski það sem að líka kom hérna fram síðast sko, er að það líka nauðsynlegt að vegna nálæra leikskóla og íbúðabyggðar að þarna séu framkvæmdar mengunarmælingar. Og hérna það sem að, eins og ég sagði hérna síðast sko, það sem að starfsemi Reykjavíkurflugvallar kallar á er að þarna er hljóðstig orðið ansi hátt og truflar og er álag á íbúana. Og þetta er samfélagskostnaður sem að mér finnst ekki rétt að lendi á þessum íbúum, heldur að við reynum að finna betri lausnir. Og það er eins og áður kom fram, sko, það er svo mikill munur á því þegar að áætlunarflugið eða einkaflugið eða litlu flugvöldar er að fara hjá, að þær fljúga svo hægt þessar litlu og þetta er svo langur tími sem að samræður eru truflaðar og eins og ég segi til dæmis sem kórsöngvari í Dómkirkjunni þegar að flugvélin flýgur yfir að þá heyrum við ekkert í prestinum og heyrum allir í orgelinu. Þannig að maður óskar þess að menn fara að skoða þetta fullir alvöru. Já, einmitt. DFF hefur aðeins fjallað þetta og hérna og sko það segir þarna í frétt sem að þeir skrifuðu að hérna að eitthvað samtal hafi átt sér stað milli Isavia, innanlandsflugvalla og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skoðun og möguleikum þessu útboð aðstöðu fyrir þyrlur á jaðri höfuðborgarsvæðisins. En það liggur ekkert augljóst svar fyrir og manni finnst nú stundum með svona betrumbætur eins og þess að þessi látið hanga alveg rosalega lengi. Já, þetta er svolítið, við erum svolítið markeruð af þessu Íslendingar. Hvað við erum lélegi að skipuleggja. Við í rauninni grípum ekki til aðgerða fyrir en allt er komið í hnút. Og það sem ég vona núna, það var gaman að, takk fyrir að senda mér þessa umfjöllun DFF, það var gaman að heyra að sveitarstjórnarmenn eru farnir að hugsa sér til hreyfings og ég vona að það verði sem allra fyrst. Og það sem að ég vildi líka í sambandi við þyrluflugið velta fyrir mér, sko, ég geng á fjöll og það er rosalega mikið ónæði af því þegar þyrlur koma í lágflugi yfir það sem þú átt að ganga. Og þessi fyrirtækja segja að þeir séu svo umhverfisvæn ferðaþjónusta að þeir slíti ekki vegunum. En þau eru að skerða verulega umhverfisgæði fyrir þá sem er að njóta íslenskrar náttúru. Hefur prófað að fara upp að Glim og vera með þyrlur þar hringsólandi yfir allan daginn? Ég fór í sumar en ég slapp við það. Þú slappst við það? Já, ég hitt á mjög vondan þyrludag í fyrra sumar. Já, og hafði þetta ekki mikil áhrif á þig? Jú, að sjálfsögðu. Þetta skemmir algjörlega náttúruupplifun. Fór langt með að rústa ferðinni. Já, nákvæmlega. Þannig að það er mjög mörg að hyggja því að þetta er náttúrulega svo mikil bylting, þetta er svo rosalega stór breyting sem fylgir allir þessari nýju umferð. Já, og það má, að því við erum að tala svona almennt um þetta, það er líka það sem hefur komið nýtt inn eru drónarnir. Já. Og sko það sem að ég er svo þakkláttur fyrir ykkur hjá Samstöðinni, Björn, er að sko orð eru til alls fyrst. Og hljóð skiptir okkur rosalega miklu máli. Já.
og hljóðstig í umhverfinu og það var góður maður sem sagði á ráðstefnu að sko hávaði í umhverfinu að verða núna bráðum eins og reykingar voru. Sem sagt, menn eru smám saman að átta sig betur og betur á skaðseminni og þetta fólk í hljóðmörk og íbúar sem að berjast fyrir bættir hljóðvist í Reykjavíkurflugvöll ekki að gera þetta gamni sínum. Þetta fólk sem finnur fyrir verulegu ónæði og vaxandi ónæði og það ekki, sko, eins og ég nefndi 2013 kortlagt og svo aftur 2021 eitthvað sem ætti að vera gert á hverju ári. Þannig að við séum betur með fingurinn á púlsinum. Einmitt. Sko ég nefndi áðan að þessi hávaða svæðið væri kannski stærra heldur en maður hefði ætlað. Þetta sem sagt sko hávaði einkaþota og þyrla angrar sem sagt mjög marga íbúa Hlíðanna, miðbæjar, Vesturbæjar Reykjavíkur og Kársneshverfis í Kópavogi og jafnvel ekki allt upp talið. Þannig að sko stundum hefur maður heyrt hvað þetta miðbæjar fólk að væla, það keypti sér fasteign vitandi það að hún væri þarna alveg kýttuð upp í Reykjavíkurflugvöll en þetta ekkert engamál einhverja íbúa í miðbænum, þetta ekki eitthvað 101 væl, þetta nær mjög víða. Já, sko, eins og sér það á hávaðakortinu sem að Efla reiknar og Mannvit reiknaði svo þarna 2013, þá þetta svona krossar, það sem að mestur hávaði undir flugferli. Já. En vandamálið með þyrlurnar að þær ekki að fljúga eftir þessum ferlum, þannig að áhrifasvæðið, vil ég meina, stærra heldur en þarna reiknað. Já. Og sko, jafnvel þó við tökum það bara sem gilt, sem að þarna kemur fram hjá Eflu 2021. Já. Sko, það eru rúmlega 2600 íbúar sem með hljóðstig þarna frá 55 upp í 64 decibela. Já. Og það verulegu fjöldi. Já. Sem að, sko, þarna, hvað þýðir þetta fyrir íbúa? Þetta þýðir það, þeir eru konum með neikvætt við gagnvart Reykjavíkurflugvelli. Hljóðstigið það hátt að þetta veldur verulegri skerðing á lífsgæðum. Og við verðum að taka það alvarlega. Og gera eitthvað í málinu. Og það sko, mér finnst það í rauninni alveg borleggjandi að þyrlu og einkaflugið og kennsluflugið á að fara annað. Já. Hver ætti að leiða það vegna þess að það kemur hérna líka fram sko að í raun ber engum skylda að finna þessu þyrluflugi til dæmis annan stað. Það engin, það ekki búið að Nei, það svolítið, ég var svolítið eftir ég heyrði frá þér, var að hugsa svolítið hvernig getur stjórnsýslan hjálpað okkur í þessu. Já. Það reglugerð frá 2005 kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir. Það sem mér finnst skorta í skýrslu Eflu og fyrir skýrslu Mannvits eru aðgerðaáætlanir. Aðgerðaáætlanir, já. Og ákvæmsforræði hún. Já, sem sagt, og það náttúrulega flugrekstrarhafinn sem ábyrgur fyrir þessari vinnu, en að þarna komi fram og hefði þurft að koma fram fyrir löngu síðan áætlanir hvernig þetta létta þessu álagi af miðborginni. Og það svolítið skrítið í allri umræðunni framtíð Reykjavíkurflugvallar að þá hafi menn ekki hugsað það þetta stórt mál, við skulum reyna að gera þetta í litlum skrefum. Og við ekki fyrir löngu síðan búin að hugsa það hvernig hægt að koma betur fyrir æfinga- og kennslufluginu og þyrlufluginu. Og það líka, eins og við ræddum síðast, þetta ekki bara hávaðamál, þetta líka öryggismál. Já. Og það verður að segjast að sko áætlunarflugið náttúrulega með miklu meiri kröfur og miklu betra eftirlit með flugvélunum og viðhald. Ég veit ekkert hvernig háttað eftirliti með ástandi einkaflugvéla. Nei. Eins og þetta nefhjól sem lenti á Austurvelli sýnir. Já. Þannig að ég vona að menn sko fara að ræða saman. Já. Það svo
mikilvægt og án fordóma, án þess að gefa sér einhverja niðurstöðu fyrir en reyna að finna einhverja góða lausnir. Já. Ég svo sem veit ekki alveg hvar einkaflug og þyrluflug best niður komið. En það verður að finna því betri stað en í þéttri byggð. Já. Við höfum kannski svona rétt í lokin, Ólafur, þakka þér fyrir að koma hérna. Ég held ég geti kallað þig bara einn af góðvinum samstöðurinnar. Það hérna ómetanlegt að hafa aðgengi að þinni sérþekkingu á þessu sviði. En við höfum líka aðeins einbráð því áður þegar þú komið hingað að bara hljóðvist og hávaði. Þetta sumpart olnbogabarn í íslenskri hugsun, má ekki bara segja það? Jú, sko, þegar ég kom úr framhaldsnámi frá Danmörku, 89, þá fann ég að við vorum ekki á sama stað og Norðurlandaþjóðirnar. Og ég hafði lært í Danmörku. Ég sagði, þetta tekur kannski 5 til 10 ár. Svo liðu þau árið 99 og ég sagði, þetta tekur kannski 15 til 20 ár. Og þau liðu 2009. Og enn voru ekki komin á það stað sem ég hefði óskað mér. Og þá sá ég það að í rauninni þetta viðhorf snýst ekki árafjölda, heldur að alveg upp nýja kynslóð. Og umræða eins og hér hjá ykkur á samstæðinu hljóðvis, ég er mjög þakkláttur fyrir, verður vonandi til þess að opna eyru fólks fyrir því að þetta eitthvað sem að skipti máli og við eigum að huga við heilsanir í húfi. Já. Og eins og þú sagðir áðan, orð til alls fyrst. Orð til alls fyrst, já. Heyrðu, ég ætla ekki að tefja lengur frá daglegum verkefnum. Ólafur Hjálmarsson, kærar þakkir fyrir komuna. Já, takk fyrir að halda málinu vakandi. Og þættinum þá lokið hjá okkur í kvöld. Ég minni á eins og við alltaf gerum að það yrði nú ekki verra ef þið sem eruð aflögufær mynduð sjá á mánaðarlegu stuðningsframlagi fyrir okkur hér á samstöðinni. Það eru ýmsar leiðir til þess að styrkja okkur. Ein að senda póst á samstöðin.is, önnur að skrolla á heimasíðu samstöðarinnar niður og finna hnapp sem ástendur áskrift og haka þar við hóflegt gjald mjög svo, lægsta gjaldi 2750. Og þótt þú kannski segir við sjálfa þig að því ætti ég að borga, þetta hvort þið frítt, ég get séð eitthvað frítt, þá vísa ég til samfélagslegrar ábyrgðar þinnar og okkar allra. Ef allir myndu hugsa þannig, þá væri samstöðin ekki í loftinu. Og einkareknir fjölmiðlar eiga mjög undir högg að sækja þessa dagana í þessu landi sem á annar staðar, þannig að þitt framlag skiptir máli. En þættinum lokið, verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.